Héraðsdómur Suðurlands hefur vísað Kiðjabergsmálinu svokallaða frá dómi þar sem ákæran sé svo ónákvæm. Ákært var fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás sem leiddi til dauða. Ný innanhústillaga ríkissáttasemjara ígildi kjarasamnings verði hún samþykkt á laugardag. Lagt til að útbúið verði kerfi sem verði grunnur að einni aðal kröfukennara að jafna laun milli opinbera og almenna markaðarins. Allir borð í herþyrlu og farþegaflugvél sem rákust á nærri Reagan-flugvelli í Washington eru taldir af. Björgunarsveitir hafa náð 28 líkum upp úr á sem flugvélin og þyrlan féllu ofan í. Norski Miðflokkurinn sleiti í dag ríkisstjórnarsamstarfinu við Verkamannaflokkinn. Ástæðan ágreiningur innleiðingu á hluta 4. orkupakka Evrópusambandsins. 65 ár eru síðan varðskipið Óðinn kom til Íslands. Hollvinasamtök skipuð fyrrum skipverjum sjá að halda gömlu þorskastríðshetjunni við. Gott kvöld. Héraðsdómur Suðurlands hefur vísað Kiðjabergsmálinu svokallaða frá dómi þar sem ákæran sé svo ónákvæm að ekki verði byggt á henni. Sakborningurinn var ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás með því að hafa í apríl á síðasta ári veistað öðrum manni í sumarbústað í Grímsnes og Grafningshreppi með margþættu ofbeldi, þannig að banið hlust af en atlagan hafi beinst að höfði, hálsi og líkama, meðal annars með því að slá viðkomandi tvisvar í andlitið þar sem hann satt á stól, þannig að hann féll í gólfið. Í ákærun áverkunum lýst. Þeir eru meðal annars húðblæðingar við gagnauga, hvirfil og hnakka, umtalsverða blæðingar á hálsi og vísvegar á andliti og höfði og miklir útbreiddir áverkar á heila, en banameinið var heilaáverkin. Verjandi mannsins taldi ákæruna óskýra. Þar væri ekki atburðarásinni eða athöfnum umbjóðanda hans lýst og því erfitt að taka til varna. Hann fór því fram á að málin yrði vísað frá dómi. Héraðsdómur Suðurlands tók undir að ekki væri með fullnægjandi hætti lýst í ákæru, hvernig og með hvaða hætti ákærði olli þeim áverkum sem leiddu til dauða og ákæran uppfyllti því ekki skilyrði laga meðferð sakamála. Og þar, samkvæmt upplýsingu frá embætti héraðssaksóknara, vísa til 152. greinar lagana, en þar segir meðal annars að greina eigi ákæru eins glöggt og verða megi fyrir hvaða háttsemi sé ákært, hvar og hvenar brot hafi verið framið. Þetta algjört lykilatriði þegar það kemur að því að verjast í sakamálum að menn viti hverju þeir eru að verjast. Það er eins og gefið að sök og það verður að vera hægt að ráða það af ákærunni einni hvað mönnum gefið að sök, með hvaða hætti þeir hafa gerst sekir refsiverða háttsemi og einungis þá er hægt að taka til einhverja sanngjarnra varna í sakamáli. Og lýsingar héraðssaksóknara á því að maður hafi orðið öðrum að bana með margþættu ofbeldi og svo er því í rauninni með einhver fullnægjandi hætti nánar lýst í ákæru hvernig það á að borið að, það er þetta fyrir sig að það heldur ekki. Héraðssaksóknari hefur kært úrskurð Héraðsdóms Suðurlands til Landsréttar. Samninganefndir sveitarfélaga ríkisins og kennara gaumgæfa nú innanhústillögu sem ríkissáttasemjari lagði fram síðdegis. Á stuttum fundi í dag var ákveðið að á fundi klukkan 1 á laugardag myndu samninganefndirnar greina frá afstöðu sinni. Já, það er heilmikið í þessari tillögu og við þurfum að skoða það mjög vel með okkar fólki. Og þá áttu við stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga? Stjórnin þarf að fara yfir þetta og fleiri hópar sem við höfum í okkar baklandi, já. Og það er ekki að segja til það núna, hvernig þetta fer eða enn eru verkföll yfirvofandi? Já, þau eru það, en við munum bara skoða þetta af fullri alvöru og gefa svar á laugardaginn. Ég held að sé bara langbesta ástráður fari yfir það sem hann vil segja á tillöguna. Við erum bara bundin trúnaði við tillöguna og þurfum bara núna að skoða og fletti í gegn. Þú vilt ekkert segja hvernig, svona með fyrstu sýn, hvernig hún slæði? Nei, alls ekki. Það væri mjög óbyrgt. Nú þurfum við bara á, það eru 7 aðildarfélög KÍ sem eru aðild að þessari tillögu og við höfum unnið þetta verkefni þannig að þau stýra og nú bara eru formennir að fara að hittast og svo skoðum við þetta bara. Og hingað er komin ríkissáttasemjari, velkomin Ástráður. Takk. Ein helsta krafa kennara hefur verið að jafna laun þannig að kennarar fái sömu laun og sérfræðingar á almennu vinnumarkaði. Hvernig er tekið á þessu í þessum innanhústillögum? Tillagan meginatriðinnar fjallar það að í staðinn fyrir að við höldum áfram að hafa umræðuna í þeim vítahring sem hún hefur verið í mjög lengi og sem hefur ekki leitt til neinna ávaxta, hefur ekki leitt til neinna niðurstöðu, að þá er tillagan það að skipta algjörlega aðferðafræði
og leggja upp í sameiginlega vegferð aðilana sem hefur það markmið að jafna laun og kjör kennara við aðra sérfræðinga sem að vinna bæði á almennum markaði og hjá hinu opinbera og að vinna að þetta með aðferðafræði sem hefur verið kennd við virðismat og sem alþjóðlega viðurkennd aðferð sem ekki til þess fallin að raska því heildarsamkomulagi aðila á vinnumarkaði sem grundvöllurinn að þeim bata í efnahagslífinu sem við öll viljum stefna að. Þetta virðismatskerfi, þetta er nýjung? Já og nei. Við höfum reynslu af áþekkum kerfum hjá sveitarfélögunum í aldarfjórðung sem hafa gefist vel en það eru að verða breytingar á þessu kerfi. Stjórnvöld að vinna nú að undirbúningi upptöku reglna virðismatsstarfa sem er mjög líklegt að verði mjög ríkur þáttur í þeirri vinnu sem við vinnum í kringum kjarasamningsgerð á næstu árum. Og ef að kennarar kjósa að fara þessa leið þá gætu þeir verið svona í fararbroddi í þeirri breytingu. Já. Nú hefur langt á milli eins og þú komst inn á í langan tíma. Já. Hvað er nýtt í tillögunni sem þú telur að getur höggvið á hnútinn? Tillagan er byggð á þeirra sem við lögðum upp strax í nóvember þegar við gerðum samkomulag framlengingu á viðræðu áætluninni. En í þessari tillögu er sem gert ráð fyrir því að það verði auk þess sem að kennarar fái auðvitað sömu launahækkanir og sömu breytingar á þeirra kjarasamningum eins og almennt á markaði að þá verði innborganir á þessa virðismatsvegferð sem að eiga grundvöll í svona vísbendingu sem við höfum mannmat og launum kennara og að síðan taki við vinnsluferli sem að verði flýtt eins og kostur og sem á að skila bráðabirgðaniðurstöðum í loka árs 2026 og á þeim tímapunkti geti aðilarnir tekið ákvörðun það hvort að þeir halda vegferðinni áfram eða ekki og það kannski einna helst þetta atriði að aðilarnir geti haft viðbragðamöguleika á tímabilinu sem veruleg breyting frá því sem var gert ráð fyrir í upplegginu frá því í nóvember. Nú hlýtur þessi til að byggja svolítið á bara þessu langa ferli sem þetta hefur verið. Ertu bjartsýnn á að þetta leysist á laugardaginn? Ég er alltaf bjartsýnn og það er bara grundvallar afstaða að vera það í þessum málum, það dugar ekkit annað. Ég veit auðvitað ekkert hvort að þetta tekst. Ég finn að þessi tillaga hún er þung fyrir alla deiluaðila. Það eru allir deiluaðilar sem hafa ýmsar athugasemdir við framsetningu tillögunnar. Og kannski það nú í mínum huga eitt af því sem mælir hvað mest með henni að það er auðvitað þannig að það er verið að reyna að fara bilbeggja og finna leiðir fram á við. En grundvallaratriðið er að rjúfa þann vítahring sem þetta mál hefur verið í allt og langan tíma og reyna að finna eitthvað jákvætt ferli fram á við sem við getum öll sameinast til þess að gera þá heildar endurnýjun í menntakerfinu sem við erum öll sammála að þurfa að gera. Við sjáum hvað setur. Takk fyrir komuna, Ástráður. Og við höldum út í heim. Hátt í 70 eru talin af í flugslysi sem varð nærri Reagan flugvelli í Washington í morgun. Bandaríkjaforseti segir að grafið hafi við undan flugöryggi í stjórnartíð demókrata. Bombardier-vél American Airlines var á leið frá Wichita í Kansas og Black Hawk þyrla Bandaríkjahers varð við æfingar þegar flugförin skullu saman og höfnuðu ofan í Potomac á. Slysið varð rétt fyrir klukkan 9 kvöld að staðartíma og björgunarstörf því að mestu í kolni að myrkri. These responders found extremely frigid conditions. They found heavy wind. They found ice on the water and they're operated all night in those conditions. 3 bandarískir hermenn voru í þyrlunni. 60 farþegar og 4 manna áhöfn voru borð í flugvélinni. Vitað er að 6 þeirra voru í ferð á vegum listskautafélags í Boston. Allir eru taldir af. These kids and their parents, they're here at our facility in Norwood 6, sometimes 7 days a week. It's a close, tight bond. And I think for all of us, we have lost family. 30 lík hafa fundist í ánni en ekki hefur komið fram hvað nákvæmlega olli slysinu. Síðdegis hélt Bandaríkjaforseti fund með fréttamönnum. Are you saying this crash was somehow caused and the result of diversity hiring? And what evidence have you seen to support these claims? It just could have been. We have a high standard. We've had a much higher standard than anybody else. I put safety first. Obama, Biden, and the Democrats put policy first.
Almannavarnir hækkuðu síðdegis í dag viðbúnaðarstig sitt yfir í hættustig þar sem líkur á 9 eldgosi á Sundhnúksgígaröðinni hafa aukist. Magn kviku undir Svartsengi nálgast það magn sem hljóp þaðan í síðasta kvikuhlaupi og leiddi til eldgoss. Slæmt veður helgina getur dregið úr næmni mæla og þannig stytt viðbragðstíma ef til goss kæmi. Ríkisstjórnarsamstarfi Verkamannaflokksins og Miðflokksins í Noregi var slitið í dag. Ástæðan var ágreiningur innleiðingu tilskipana orkumál frá Evrópusambandinu. Leiðtogar flokkana hafa deilt málið frá því Verkamannaflokkurinn lýsti yfir vilja til að innleiða tilskipanirnar fyrir jól. Miðflokkurinn var á móti því og síðan þá hafa flokkarnir reglulega tekist á. Þingflokkar beggja flokka héldu fundi í gær og samþykkt var á báðum stöðum að halda fast við fyrri afstöðu án málamiðlana. Í dag ákvað svo leiðtogi Miðflokksins að slíta stjórnarsamstarfinu. Det har vært litt sånn ulike ideer, skisser, men ikke sånn helt ned på øra har det ikke vært, for det har vært en sånn grunnleggende prinsipiell uenighet, så den har hengt ved hele veien. Og den prinsipielle uenigheten har jo nå handlet om, skal man knytte seg tettere til EU i energipolitikken, eller skal man ikke gjøre det? Da vi da var sagt at det vil ikke Senterpartiet være med på. Dette da ikke et utfall eller en utgang jeg hadde ønsket meg. Samarbeid og vennskap i denne regjeringen har vært sterkt, og mitt samarbeid og vennskap med Trygve Slagsvold Vedum har betydd og betyr fortsatt mye for meg. Vi har jobbet tett og godt sammen helt siden regjeringen ble dannet i høsten 2021, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet har styrt godt gjennom urolig tid. Ágreiningurinn í ríkisstjórnarsamstarfinu snerist að Verkamannaflokkurinn með Jónas Gahr Støre forsætisráðherra í fararbroddi vildi taka þessar orkutilskipanir upp sem fyrst. En norski Miðflokkurinn undir forystu Tryggva Slagsvold Vedum var á móti og vildi bíða fram yfir kosningar sem haldnar verða í haust. Deilt 3 tilskipanir sem snúast að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum, bæta orkunýtinguna og draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og gera kröfu betri orkunýtingu í byggingum. Miðflokkurinn telur að raforkuverð í Noregi eigi eftir að hækka verði þessar tilskipanir teknar upp, en Noregur nátengdur evrópskum orkumarkaði. Hin EES-ríkin, Ísland og Liechtenstein, hafa gefið til kynna að þau séu ekki mótfallin upptöku þeirra. Norskur blaðamaður sem mikið hefur fjallað orkumál segir málið aðalega snúast notkun og sölu og endurnýjanlegri orku. Det om utbygging av fornybar energi og regler for hvordan folk for eksempel som har solceller på tak kan selge sin energi til nettet. Og så handler det om energiøkonomisering, hvordan man skal gjøre bygg mer energiøkonomiske for å spare energi. Tilskipanirnar eru frá 2018 og 2019 og því ekki nýjustu tilskipanir Evrópusambandsins orkumál. Þær eru alls 8 talsins, en Verkamannaflokkurinn vill aðeins innleiða þær 3 sem var getið áðan. Denne pakken av 8 EU-lover har vært veldig omstridt i Norge fordi det også regulerer energimarkedet og dermed også strømprisen. Det andre direktiver som gjør, disse 3 vi snakker om nå, gjør ikke det. Ask segir ágreiningin í raun snúast mun meira en bara innleiðingu á Evrópulöggjöf orkumál. Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som har sittet i regjering i over 3 år, fundamentalt helt uenige om tilnærmingen til EU og også om EØS-avtalen, selv om de var enige om å regjere på bakgrunn av den. Så dette i bunn og grunn en stor uenighet om tilnærmingen til EU. Hallgrímur, nú hafa þessi 2 flokkar starfað saman í 3,5 ár. Hvers vegna kemur þessi ágreiningur upp núna? Ja, hann hefur verið að krauma svona á yfirborðinu í nokkrar vikur og kannski svolítið harnað síðustu vikuna. En þessi flokkar 2 ákváðu þrátt fyrir að væra með ólíka afstöðu til Evrópusambandsins og í raun og veru Evrópska efnahagssvæðisins að starfa saman eftir síðustu kosningar. Og það að Verkamannaflokkurinn hafi viljað innleiða þessar 3 tilskipanir núna, það bara reyndist hreinlega of stór biti fyrir þetta samstarf. En við skulum heyra hvaða rökum flokksleiðtogarnir hafa beitt sjálfir þegar þeir útskýra sína afstöðu. Skal vi da også for eksempel på hvordan norske bygninger, hvilke krav vi skal ha til norske bygninger, hvordan installasjon du skal ha på en bygning i Trøndelag, skal man gradvis knytte seg mer og mer til det systemet, og svaret vårt på det nei. Disse handler om fornybar energi.
Miljø- og energieffektivisering. Det gode saker Norge for, og som vi bør innføre av norske interesser. Hverken mer eller mindre. Voru kosningar áætlaðir í Noregi í september. Hvað gerist vegna þessa? Verður kosið fyrr? Nei, það verður ekki gert af því að það bara hreinlega ekki heimilt. Það ekki heimilt að rjúfa þing í Noregi á miðju kjörtímabili eins og við kannski þekkjum hér. En það sem gerist núna að verkamannaflokkurinn verður einn í ríkisstjórn og hann bara með rétt tæp 30% þingmanna. Þannig að Störi og félagar hans þurfa liðsinni annara til að koma málum í gegn. Það verður reyndar ekki vandamál með þetta tiltekna deilumál. Það meirihluti fyrir því á þinginu. En þannig verður þetta líklega fram á kosningum en það sem kannski flækir líka aðeins málið að staða Jónasar Gahr Störe innan verkamannaflokksins sem leiðtoga flokksins hún óljós, fylgi flokksins hefur verið að minnka töluvert í könnunum og það eru raddir að það eigi að skipta honum út, hann þykir reyndar hafa styrkt stöðu sína svolítið með þessum vendingum síðustu daga, í raun og veru bara fengið allt sem hann vildi. Þannig að það má segja að það sé nokkuð spennandi ár framundan í norskum stjórnmálum. Heldur betur, fylgjast með því. Takk fyrir þetta, Hallgrímur. Titrings gætir innan Borgarleikhússins eftir að leikarar fengu upplýsingar að starfsfólk á skrifstofunni væri með mun hærri laun en þeir. Þeir segjast niðurlagðir og saka Leikfélag Reykjavíkur leyndarhyggju. Kjaradeila leikara og dansara í Borgarleikhúsinu við Leikfélag Reykjavíkur og Samtök atvinnulífsins í hnút, ekki síst eftir að félagsmenn fengu í hendurnar gögn með upplýsingum laun allra starfsmanna. Og þá kom í ljós að leikararnir sem eru, háskólamenntaðir sérfræðingar og verðmætustu starfsmenn hússins eru bara á miklu lægri launum heldur en til dæmis fólki á skrifstofunni. Og við það getum við ekki sætt okkur. Félagið og leikhópur Leikfélags Reykjavíkur sendu síðan bréf til stjórnar Leikfélagsins og Reykjavíkurborgar. Þar segir að frá því að fyrsti kjarasamningur var gerður fyrir 60 árum hafi laun annara miðast við laun leikara. Hins vegar virðist ný viðmið hafa verið tekin upp, ákvörðun sem hafi verið tekin í skjóli nætur og leyndarhyggja hafi ríkt launasetningu. Leikari í efsta launaflokki með tæplega 760.000 á mánuði en meðallaun á skrifstofunni eru það bil milljón. Æðstu stjórnendur Borgarleikhússins á margföldum launum leikara. Hrafnhildur segir að því hafi árum saman verið haldið fram að leikhúsið væri láglaunavinnustaður og að listamenn gætu hreinlega mist vinnuna ef þeir ætluðu sér að rugga bátnum verulega. Þess vegna hafi fólki brugðið. Orðið sem var notað á fundi þegar við kynntum gögn fyrir þeim að það var niðurlæging og vonbrigði. Fólki fannst það vera svikið. Fréttastofa ræddi við formann stjórnar Leikfélags Reykjavíkur sem sagðist ekki vilja ræða þessi mál í fjölmiðlum. Ekki náðist í Brynhildi Guðjónsdóttur borgarleikhússtjóra. Hrafnhildur segir að félagið hafi óskað eftir fundi með Reykjavíkurborg en verið hafnað. Gular og appelsínugular veðurviðvaranir hafa verið gefnar út allt land næstu daga. Þegar hefur fjölda flugferða verið aflýst. Fólki ráðlagt að hreinsa frá niðurföllum áður en snjóa leysir. Það farið að hvessa allverulega hér í höfuðborginni. Suðaustan stormur gengur yfir landið helgina með tilheyrandi úrhellisrigningu. Og þegar allur þessi snjór breytist í klaka og slapp, þá geta aðstæður verið mjög varasamar. Og það má búast við að reyni á fráveitukerfin. Við ráðleggjum fólki að moka af sölunum og frá veggjum hússins og reyna að finna niðurfallið þannig að vatnið hafi greiða leið. Það ventar alltaf eitthvað að það flæði inn í svona veðri. Já, það kemur fyrir. Það getur verið erfitt að finna niðurföllin sem eru falin undir snjónum, en Fjölnir bendir á að þá sé hægt að styðjast við kortasjá, eins og Google Maps eða já.is, og svo bara að byrja að moka. Veðrið hefur þegar haft áhrif á samgöngur. Björgunarsveitir á Suðurnesjum fóru í nokkur útköll í dag, meðal annars vegna 2 flutningabíla sem voru fastir og lokuðu Reykjanesbraut í aðra áttina. Þá hefur Icelandair aflýst 30 ferðum til landsins og jafnmörgum brottförum á morgun og á laugardag. Velkomin Theodór, hvar verður þetta verst? Já, það eiginlega bara góð spurning. Það svo víða sem að verða vont veður. Það náttúrulega hláka eins og hér kom fram, sunnan og vestan til á landinu, jafnvel víðar og mikla leysingar allan tíma. En svo verður mjög hvasst bæði á morgun og á laugardaginn. Fyrst og náttúrulega mest hér vestan til á landinu. Og það byrjar gengur niður hér vestanlands annað kvöld, en svo rýkur hann aftur upp undir morgun og laugardaginn.
en það verður mjög skammynd þá sko. Já, þannig að þetta verður svona mestu leiti búið þá. Það er eiginlega bara fæstir landshlutar sem að sleppa við það, það verður mjög hvasst og kveðast eins og þetta kort sem ég hérna með að sýnir, ég að sýna þarna svona max kveður sem erum að finna í hverju landshluta. Einmitt. Nú er mikill snjór víðast hvar, fylgir þessu veðri snjó eða krapaflóða hætta? Já, það er alveg ljóst, það er mikið búið að snjóa undanfarnu og til að mynda í dag hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta þarf náttúrulega alltaf að finna sinna leið þegar hitinn fer að skríða í 5-10 stig. Einmitt, þú fer betur yfir þetta að loknum fréttum. Gerðu það. En konur og kvár ráða ríkjum í Iðnó í kvöld þar sem haldið upp á samstöðu þeirra undanfarin 50 ár með trylltum dansi. Já, Haukur Hólm, hvernig er stemningin þannig hjá ykkur í Iðnó? Stemningin er geggjuð, það er hér diskótek og mikið dansað með þess að danskennsla og ef einhver þarf að læra að dansa og kann það ekki þá er það ég, þannig við skulum bara hafa þetta stutt. En tilefnið eru þetta, það eru 50 ár á þessu ári frá því að konur gengu út og stöðvuðurinni samfélagið í október árið 1975. Þetta afmælisár, hvernig verður dagskráin svona í stuttu máli? Dagskráin verður bara allt árið kring. Við erum 50 samtök sem stöndum af þessu kvennaári. Þannig að þetta verður mjög fjölbreytt. Það verður fyrirlestrar, það verður ráðstefnur, það verður skemmtun og gaman alltaf, það verður tónleikar og svo framvegis. Og meira að segja allir við að kynna stöðu jafnréttismála á Íslandi og kvennaár á stóru ráðstefnu, kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York í mars. Þannig að þetta stendur mikið til. Þetta er mikið partí hérna núna en tilefni eru þetta, það eru 50 ár frá stóra kvennafrídeginum eins og það var kallaður, 75. Það er vonandi eitthvað breyst síðan. Já, það hefur töluvert breyst síðan, en við erum samt ennþá hér 50 árum seinna, við erum ekki ennþá búin að ná fullu jafnrétti og við erum að minna á það, við erum að minna á okkur að við eigum ennþá eftir í land og við verðum núna að taka höndum saman, stjórnvöld verða að koma og gera sitt og við lögðum fram kröfur hérna 24. október síðastliðinn, stjórnvöld hafa út árið til þess að framfylgja þessum kröfum, þannig að þetta er nú bara til þess að leggja línurnar fyrir árið, þetta verður kraftur og þetta verður stemming, þetta verður barátta en við ætlum að klára þetta saman. Henni lýkur aldrei kannski? Henni lýkur aldrei, nei, jú vonandi. Eða jafnréttisbarátta yfirleitt? Vonandi einhvern tíman, fyrir en seinna, en eins og staðan er núna, þá eigum við svolítið eftir land. Við leggjum störf á þegar jafnréttinu verði náð. En það er mikið stuð í hérna allavega núna og ég ætla að fara að tjúta. Gerða ykkur, skelltur á dansskólið, takk fyrir þetta. En á mánudaginn voru 65 ár síðan varðskipið Óðinn kom til landsins. Í tilefni dagsins buðu hollvinarsamtök Óðins upp á kaffi borð. Megi hann koma eldur og heill á húfi úr hverri raun, sagði Bjarni Benediktsson, þáverandi dómsmálaráðherra, áður en mannfjöldin sem var samankomin á höfninni hrópaði ferfalt húrra. Gæslan hætti að nota skipið árið 2006 og stofnuð voru hollvinarsamtök til að bjarga skipinu frá því að vera selt í brotajárn. Það var svona lengi vel ekkert alveg á hreinu hvað við ætlum að gera í rauninni, annað en bara hafa skipið til sínis og halda því við þannig. En síðan kom nú upp hugmyndum að reyna að koma því bara í lag og sigla skipinu. Með átaki margra manna hér þá hafðist að gera skipið haffært. Það er alveg í rauninni gjörbreytt í skipinu, sko. Það verður svona lifandi. Og hingað koma ekki undir 10 sjálfboðaliðum á hverjum einasta mánudegi. Akkurat þessar vélar eru 2850 hestafl hvor. Þeir eru með fastri skrúfu sem þýðir það að þú getur ekki skipt gír og farið aftur og bak, heldur verður að stoppa vélarnar og setja þær í gang öfugt. Þegar við vorum með herskip öðrum megin og dráttabát hinum megin og þurftum að bakka mjög skyndilega, kannski úr fullri ferð. Þessar vélar voru örugglega ekki hannaðar fyrir þorskastríð. Ég veit að það var nú aðeins fyrir þína tíð, en einmitt segjum að þið sjáið þið séu einhvers staðar úti að fylgjast með og sjáið braskan togara og þú vilt setja á fulla ferð. Hvernig gerir maður þá? Já, þá bara setjum við á fulla ferð. Og hérna myndi þeir til dæmis byrja aftur á bak, hæg aftur á bak. Það kemur svona hljóð. Hérna eru stjórntækin. Þetta er sem sagt aftur á bak gírinn. Þannig hérna. Þetta er ekki beint handhægt í þorskastríð. Þessi vélbúnaður. Urður, hvað ætlið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Herri, við ætlum að taka stöðuna á kjaradeilu kennara og gestur Kastljósi í kvöld er
formaður Kennarasamband Íslands, Magnús Þór Jónsson. Svo kíkjum við í heimsókn til Hjörvar Hafliðasonar sem er einnig þekktur sem doktor fútból og í lok þáttar þá ætlum við að kynnast Kornu Kópíu Bjarkar en það er kvikmynd sem fylgir eftir tónleikaferðalagi hennar síðustu ár. Fylgir því. Takk Urður. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins. Það er Armar Ormarsson sem sér þær í kvöld. Þórir Hergeirsson var mættur á heimsmeistaramót karla í handbolta í gær. Hann segir íslenska liðið hafa tapað vitlausum leik en eigin framtíð vildi hann lítið gefa upp. Willum Þór Þórsson, fyrrverandi heilbrigðisráðherra, íhugar að gefa kost á sér til forseta ISÍ. Ekki er vitað hvort núverandi forseti ætla að bjóða sig aftur fram. Og Evrópumótið í skíðaskotfimi er nú í fullum gangi. Íþróttir eftir andartak. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Héraðsdómur Suðurlands hefur vísað Kiðjabergsmálinu svokallaða frá dómi þar sem ákæran sé svo ónákvæm. Ákært var fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás sem leiddi til dauða. Ríkissáttasemjari segir að í innanhústillögu sem hann lagði fram í dag felist að tekið verði upp virðismatskerfi sem ætlað er að meta virði kennarastarfsins og þannig leitast við að jafna laun við almenna markaðinn. Þeirri vinnu eigi að ljúka í lok næsta árs. Allir borð í herþyrlu og farþegaflugvél sem rákust á nærri Reagan-flugvelli í Washington eru taldir af. Björgunarsveitir hafa náð 28 líkum upp úr á þar sem flugvélin og þyrlan féllu ofan í. Þessum fréttatíma er að ljúka. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá. Verið sæl.